Góðan daginn hér. Allt eins og það á að vera. Ég gleymið einhverju núna. Æja, þá gleymum við þið bara. En við ætlum að kveikja einu kerti á. Og þessu líka hér. Við ætlum að lága drottning smá. Það til að vera ekki grá. Þú kannast við þetta og finnst þetta að vera alveg nauðsynlegur partur af svona þætti. En þessi þáttur hvað heita Biblíuþátturinn okkar og þetta er gott nafn á þetta finnst ekki. Og það er í grunninn hérna 2 biblíur. Sitt hvor þýðingin, eldgömul hérna austur að hægra með mig. Hinn er flongun í. Og hvað er betri? Þetta er bara biblía. Og fyrir mig er biblía mjög góð. Hún er lífangerið mitt í dag, biblía. Og bókin sem ég er búinn að lesa daglega, já, sem ég frelsaðist, eða sem ég fékk biblíuðan og fljótlega eftir ég frelsaðist. Og ég er með hana hér fyrir frá mig við þetta borð sem hefur kerti og ekki spil, maður hættur að spila og vasklas og allt saman. Tímateljaran okkar, við erum tímafólk og elskum tímasetninguna og virðum tímasetninguna og segjum hún er mikilvæg. Það er alltaf að vera með einhverja reglu á hlutunum og vera ekki bara með þetta hips haps. Ég held og við vitum að drottina talar aga. Það sé hjá þessu hjá okkur. Og hvernig sem við lítum á það að þá er nú reglan partur af þessum aga. Og mér líka vel við agan sem áttaði sig á því og fattaði hvað var að ræða þegar að aginn er annars vegar. Og til að undirbyggja þetta allt og styrkja þetta og styðja, þá náttúrulega gerum við það sem við vitum að gagnast okkur best. Og ég þekki ekkert annað en orð Guðs sem það gagnlegast af öllu gaglega sem að ég hef reynt í gegnum mína tíð og ég hef nú reynt ýmislegt í gegnum mitt líf. Sumt var ekki sérstaklega hollt og gott en annað var mjög gott og allt saman það. En ekkert af þessu toppar samt það sem á í dag sem er náttúrulega trúin á Jesú. Og það sem hann setti niður og við erum með bókina hans hérna okkur á báðar hendur. En þurfum ekki nema eina, það er ekki málið, en þetta er svona ágætis skraut að hafa þetta líka með. Orð Guðs er bara alveg sérstakt. Orð Guðs er þeim eiginleikum gætt að það er prívat fyrir þig og ég man alltaf eftir því þegar sú opinberun kom til mín, þá var ég að lesa einu sinni enn, að þetta orð væri skrifað fyrir mig. Já, nú kemur upp orðið hroki hjá þér, en þetta er ekki hroki. Drottinn segir þetta sjálfur. Hann dó fyrir einstakling, ekki rétt. Hann gefur einstaklingi eilíft líf, er það ekki líka rétt? Þannig að bókin, hún er skrifuð fyrir einstakling. Ég er einstaklingur, þú ert einstaklingur og við þekkjum báðir og bæði Jesú. Og erum því með sama upp á teningnum að við elskum bæði og báðir þetta orð Guðs.
Og þú tekur undir þá hvatningu með mér að mikilvægi þess að lesa sjálfur og bera ábyrgð sjálfur á því sem maður er að nema. En hengi ekki hatt sinn á einhverja manneskju að því okkur finnst þú svo frábær. Það er gott að finnast fólk frábær. En ég er nú búinn að sjá ýmislegt og þú líka. Það sumir fara nú bara. Og hvað gerur þú þá? Ferðu líka? Nei. Og í stakkur þú ferði ekki líka. Vegna þess að þú hefur lært það mikið að þú vilt og berð sjálfur ábyrgð á lestrinum og lítur á hann sem grunn allrar þinna trúar. Hún er það. Þannig að þú sem manneskja, vitiborið manneskja, læs manneskja, ert án afsökunar eða þú vilt ekki taka þessa ábyrgð sem ég veit að þú vilt gera. Þess vegna þarf hvatningin alltaf að vera sama og hún er gera það sem Drottinn ætlar okkur að gera. Og við þurfum að hvetja hvort annað í þessa átt og tala um það einhverjum og sérlagi vegna þess að við þurfum að tala svo margt, við erum alveg bara með orðavaðalinn allan daginn, það vantar ekki. Stundum erum við ekkert að tala um það sem skiptir máli, sem er orð Guðs, sem næri trúna mína, gerir trúna mína heilbrigða áfram. Og það á hún að vera. Hún á að vera heilbrigð áfram. Getur trúin veikst? Hún getur allavega haltara, svo mikið veit ég. Já, líklega getur hún veikst, en hún getur allavega haltara. Og eiga haltarandi trú segir okkur það að við eigum veika trú. Haltur maður sem stígur við er vegna þess að hann eitthvað kom fyrir fótinn á honum og hann getur ekki notað hann alveg eðlilega. En fóturinn jafnar sig, þá gengur hann aftur eðlilega. Og trúin þó hún haltri tíma, þá getur hún aftur orðið eðlileg. Það er að segja að þú gerir það sem þarf. En til að hún haltri ekki og þú misstígir þig ekkert á göngunni, þá er daglegur lestur það sem við þurfum að gera. Já, við erum að tala til einstaklinga núna sem að eru þetta fólk sem þurfa að gera eitt og annað. Sá sem er verklaus í trúnni, hvers slags trú er það sem hann á? Það er engin trú. Þannig að trú og verk þau ganga saman og þannig tala Kristur í sínu orði. Og allir postularnir sem að skrifa Nýja testamentið líka með margvíslegum hætti. Og hér erum við með orð Guðs á sitt hvora hönd og við lesum alltaf úr þessari bók. Þetta er þýðingi sem að við fengum þá nýjustu. Rosalega umdeild? Nei, ég er ekki sammála því að hún sé rosalega umdeild. En sumum finnst að sumt þar mætti vera öðruvísi gert en það var gert, sem er annað mál. Ég held að það sé svona nokkuð sátt orðin þetta, það var aldrei neinar alveg svoleiðis blóðaðar deilur og hurðaskellir og hávaði, það var aldrei neitt svoleiðis. En þetta segir okkur það, ef það er eitthvað fjaðrafók í kringum orð Guðs, að maður og kona er að lesa þetta, eru vel að sér í fræðunum og fólk má eiga það er það oft á tíðum. Og það er orðið vant þessari uppbyggingu og þetta er dirfast menn að breyta henni. Þetta dirfast það ekki, en málið breytist. Og það ræður vist enginn við það. Og ef þú lest til dæmis, er ekki Guðbrandsbiblía, er það ekki fyrsta biblían og því á íslensku? Þá ertu nú aldrei ekkert að lesa það mál sem er í dag.
Þú átt í erfiðleikum með að skilja orðin sem að þær eru skráð. En þú átt í engum erfiðleikum með að skilja orðin sem að skráð eru í þessa Biblíu. Kann samt að vera að þú sért ekki sammála útleggingunni. Og þannig hefur þetta alltaf verið. Þannig að við þurfum víst áfram að glíma við þau ósköp öll saman að þannig þetta vaxið. En við þurfum ekkert að vera hrædd neitt við þetta. Það er eina sem við þurfum að vera hrædd við, það er að missa taktinn við lifandi Jesú. Það segi ég nú, það sé það eina sem við þurfum að vera hrædd við. Því að við getum misst taktinn við hann eins og við getum misst takt við hvað sem í okkar lífi, þá getum við misst taktinn við hann. En að því við erum vakandi fólk og biðjandi fólk og elskandi Jesú og trúna okkar á hverjum degi, þá þessi hætta kannski ekki svo rosalega mikil. En hún fyrir hendi og hún kemur einvörðungu ef ég fer að slaka eitthvað á kröfunum mínum gagnvart minni trú. Það vill ég ekki gera og ég að sýna fram á það hvernig maður gerir það til þess að þetta haldi allt saman á þeim stað sem það á að vera. Og við ætlum að lesa og vera stóri strákur að lesa. Ég er ekki með gleru, þú verður þarna og ég standa upp og ná í þau. Já, ég geri það bara. Þú verður bara að bíða augnablik. Og hér koma þau. Falleg og fín, keypt hjá Amazon, góðu lesglerugu. Svona að vera ekki mjög agaður. Í verkum þá vil maður gleyma svona inn á öðru. Það er gaman að eldast. En við erum með Biblíuna sem við erum að hvetja stöðugt til að lesa. Og núna tala maður bara reynslunni og ég spyr sjálfa mig, Konráð Rúnar, hvað væri þú í dag ef þú hefur ekki tekið þá stefnu að vera með þessa bók uppi á hverjum einasta degi? Hvar værirðu þá staddur í þinni trú? Ég held að ég geti lofa sjálfum mér því að hún væri ekki á þeim stað sem hún á í dag. Þannig að við svona tölum staðreyndir og erum með góða ábendingu til manna og kvenna að gera það sama. Sumt, kæru vinir, ef við viljum vaxa á árangri, verðum við að gera. Og það náttúrulega alveg sama hvað það ef þú vilt ná árangri þessu hinu þá þarftu að gera það. Og við erum sem þetta gerendur orðsins þegar við tökum okkur það í hendur og leyfum orðinu að vinna í okkur það sem það á að vinna, fræða okkur og styrkja okkur og hugga okkur, því að það orðinu ætlað, það ætlað að vera þetta allt. Og þannig nú aldeilis lykilatriði talin upp, styrkja okkur, hugga og vernda og allt saman það. Við þurfum ekkert nema þetta. Orðið það gerir þetta allt og að því að þú þekkir það og hefur verið upptekið við að leyfa þig að vernda þig, já þá verndar það þig líka fyrir margs konar. Þekkingin og orðið Guð og vitundin að hann sé með þér verndar þig. Og þetta það styrkja, trúin krefst þess af þér að þú styrkir þetta einkum og sérilagi með orðið Guðs og því sem að það leggur til í ferlinu. Og hvað leggur það til? Samfélag við annað trúa fólk. Þetta þó betra fólk en annað fólk? Ég vil ekki tala góðan að vondan þarna, við erum bara fólk. En það á sama til og þú sem trú í hjartanum. Og það í trúna í raun og veru sem við erum að leita í þegar við sækjum samfélag fólk sem á sama til og ég. Af hverju? Þetta gjöf
sem við erum að rækta hvert og eitt með okkur og viljum rækta hvert og eitt með okkur að því við þurfum hvert og eitt að rækta það prívat. Þannig að þú getur ekki gert þetta fyrir mig. Ég þarf að gera sund prívat og það veistu. Ég þarf að borða prívat. Þú etur eins og hestur og alveg svoleiðis að sprengja út á þér belginn, þú etur svo mikið. Það gagnast mér nú ekki neitt, það ekki? Ég held ekki. Ég held að ég verði að gera slíkt þið sama. Fá mér á diskinn og eta í gegnum minn munn og í minn maga. Og hér erum við með orð Guðs. Þú sér að einstaklingur er með orð Guðs. Og hann, að því að hann nota gleru, þá þarf hann að byrja á því að setja þau upp. Þá sér hann ágætlega stafina. Þau eru lífið. Stafirnir eru lífið í þessu tilvíki. Þetta er nefnilega stafir og orð sem að Drottinn setti sjálfu niður. Og trúin mín sem virkjast og verkar, elskar þegar þú breytir þessu stöfum í orð. Og þá segir þú, hei, þetta er orð Guðs. Andiðinn sem elskar Jesús, elskar að heyra þetta. Heilagur andi í þér, hann uppveðrast að þessu. Og hann finnst þetta merkilegt. Og ef trúin fær að virka í þér eins og hún á að virka, þá tekur undir og segir, jú, þetta er mjög merkilegt. Eftir bráðum 40 ári trúnni segi ég ennþá, jú, þetta er mjög merkilegt. Og það er merkilegt að það skuli vera mann eftir 40 ár bráðum, jafn merkilegt og það var, og miklu merkilegra reyndar eftir þennan tíma vegna þess að núna veit maður svo miklu meira hvað maður er að tala og hvers vegna maður er að gera þessi verk sem maður gerir í Jesú nafni. Maður heiðrar Jesú. Og hann elskar að sjá þig gera það sem þér er fyrir bestu og hann veit að þetta er það besta sem þú gerir og hann veit að trúin einn í hjartanu þínu etur þér að þessari bók. Og hvað segjum við núna? Takk Jesús fyrir að vera það sem þú ert. Hver er heiðurinn minn? Einhver kannski hann að ég hef aldrei letin að ná á mig tökum eða mjög sjaldan. Ég held ég geti nú fullyrt það. Því að þó ég sé trúi mannesku og ég lúti Jesú, þá þarf ég að vilja lúta honum. Ég þarf að taka ákvörðun að lúta honum. Stundum þurfum við að slást við sjálfu okkur að lúta honum ekki. En að því við erum komið það langt með trún okkar og aginn fengið að byggja sig upp eins og þá látum við ekki svo glatt undan þessu. Og það er styrkurinn í málunum. Og að halda þessu við og vaxa í þessu þannig að þetta bara gerist, þá erum við með einhvað á hverjum degi sem byggir upp trúna og einhvað lesum við á hverjum degi vegna þess að þetta er orð Guðs sem við erum að fást við sem gerir þetta allt. Orð Guðs, ekki flókið. Og þú ert manneskjan sem ert komin með þessa bók í hendurnar og þú ert manneskjan sem ætlar að lesa og nú ætla ég að lesa. Við erum í Jesaja. Við erum í 65. kafla. Ég vil ekki lesa bara frá og með 8. versi. Þessi þættir eru þannig, þetta er svona fyrst og fremst hvatning til þín og okkar allir að lesa. Þannig að við erum ekkert búin að stúdera neitt hvað við ætlum að lesa. Við bara opnum bókina á orð Guð og svo bara finnum við eitthvað sem okkur líst vel á. 8. vers er svona. Svo segir Drottinn. Þegar menn finna safa í vínberi, segja þeir, skemmdu það ekki því að í því er blessun. Hið sama mun ég gera fyrir þjóna mína til að tortíma þeim ekki öllum. Ég gef Jakob niðja og Júda erfingja að
af fjöllunum mínum. Þeir sem ég hef valið skulu taka þau til eignar og þjónar mínir búa þar. Þess að Drottinn gefur okkur eitthvað svæði og að því við erum menn og konur sem að viljum varðveita þetta, þá gerum við það og niðjar okkar og ættmenn búa það áfram. Þetta er skipulagi á Guði. Þetta er líka gert til þess að gera mig og þau rólega því að við sem eigum auðvitað ættingja, við viljum nú frekar að þetta fólk að lifi nú góðu lífi og á góðum stöðum og í góðum mögum og að þú getur jafnvel komið þangað og hitt þetta fólk og gengið á sömu þúunum og þú gekkst í öndverðu en já, af því þetta er allt til staðar. Og þitt fólk er á þessum stöðum og þú getur farið og veittir þessa gæfu, já, það er áhugavert, finnst manni, að fara gömlu slóðuna sínu, er það ekki annars rétt? Mér finnst það mjög áhugavert, þá sjaldan ég geri það, mér finnst það mjög áhugavert. Að þetta býr í manni allt saman. Já, þarna voru við strákarnir að ólmast og eltast og villisast og allt saman það. Þetta er þarna ennþá að hluta til, ekki þó að öllu leyti, að hluta til er þetta þarna ennþá og ég gerði það nú að ganni mínu að fara þessi svæði, þetta sem eftir er og mér fannst ég vera bara komin inn í ákveðin undraheim og þetta er ennþá þarna. Þannig að við erum ekki búin að taka allt undir malbik og tún og slettur. Við leiðum einhverju að vera eftir. Og þetta er í raun og veru ekkert flókið að skilja þetta því að hver sem við erum, þá eigum við þetta til fyrir okkur sjálf. Við viljum hafa aðgang að þessu og akkur ekki að leyfa það bara. Akkur að rífa allt frá fólki. Það er ekki vilji Guðs að við rífum allt frá fólki. Ef við rífum þetta fer frá fólki vegna þess að guðleysi er alltaf meir og meir og það kostar okkur svo margt. Við erum ekkert að fara eftir því sem Guð er að fjalla Sko lesa aftur. Ég gef Jakobi niðja og Júda erfingjað öll fjöllunum mínum. Þeir sem ég hef valið skulu taka þau til eignar og þjónar mínir búa það. Hann er ekki að tala eina kynslóð að það er. Hann er að tala bara fram í tíman. Og þeir eru á þessum stað, ættmenn mínir, frændfólk mitt, skyldmenni mín, á þessu reit þess vegna. En þetta er ekki svona allir eitt í dag, vegna þess að það búið að sundra þessu öllu. Og hver er það sem sundrar? Það er syndin og þú veist það. Hún sundrar. Hún elskar ekki mannin. Hún elskar ekki mannin að því að Drottinn elskar mannin. Og hún er í stríði við þennan Guð sem að, já, trúin mín elskar. Það er málið. Hún er annað afl. Hún gerir alltaf öndverti það sem að Drottinn hefur sagt. Þess vegna eyðileggur hún allt það sem Guð er að reyna að gera. Nema trúin komi upp, þá snýr trúin sér aftur á þessi svæði sem Drottinn hefur. Hann hefur þetta ennþá. Við vorum að lesa það í orði Guðs. Og það verður aftur, eða það verður okkur kærast allra orða, það er orð Guðs, að því að trúin segir það að þetta skuli vera mitt haldrið. Þannig við erum ekki að tala neitt flókið mál. Við erum að tala staðreind sem að trúin undirstrikar og tekur undir. Það er. En við ráðum alveg sjálf að hvaða staði eru með þetta. Og þess vegna viljum við hér í þessum þætti sem við ekki nafnið Biblíuþátturinn okkar hvetja menn svolítið þangað. Að vera þar. Lesa bókina og gera hana svolítið svona vini sínum. Já, vini sínum. Getur bókorðið vinum hans. Já.
en ekki hvaða bók sem er. Orð Guðs er nefnilega lifandi og þegar þú lest orð Guðs þá lifnar það við hjartanið þínu, því að þar er þetta allt. Þar eru stöðvarnar sem Drottinn er núna með og hann er lifandi og það sem hann gerir það er ennþá lifandi og trúin magnar þetta upp og það verður lifandi fyrir þér orðið. Svona er Guð. Hvernig líst þér á þetta? Ég líst vel á þetta ef þú ert trúi manneskja, en hvað er hann að fara þessi feiti þarna? Ef þú ert á einhverjum öðrum staðan á trúnni þegar þú heyrir þessi orð. En trúin vinnur sína vinnu. Hafi menn heyrt, skulu þeir vita að það situr eftir það sem þeir heyrðu. Og á einhverjum stað í lífinu, þá dregur það sem þú heyrðir einu sinni, þú veist ekkert hvenær það kom, í rann Drottins. Og þú segir eins og ég þarf að fá mig Biblíu, maður. Ég get ekki verið Biblíu. Fyrsta skiptið á ævinni sem ég sagði það. Þangað til þá var ég ekkert að velta þessu fyrir mér. Vissi ekkert hvað þetta var. En svo kynntist ég hvað þetta er. Af því að ég eignaðist trú. Hún lífgaði þetta fyrir mér. Þetta er staðurinn sem ég vill vera á og aldrei fara af. Og akkur á ég að vilja fara af stað sem ég, er á núna, viðurkennandi það, í stað sem staðurinn, þetta er besti staðurinn sem ég get fengið. Akkur það væri bara heimska. Og ekki vil ég vera heimsk manneskja. En það væri ég, ef að ég breyði sjálfur mér þannig að ég sett hana bara til hliðar, ekkert með þetta að gera lengur og gengi ekki einu sinni frá henni svona, bara bleginu bara. Það væri fyrir mér samúð að hafa mist vitið. Og ekki vil ég koma sjálfur mér þangað og annað í þessu, ég ræði þessu sjálfur. Ég get alveg komið sjálfur mér þangað. Þannig að ég ætla nú ekki að fara alveg með mig þangað. Og þess vegna líka er ég að hvetja sjálfa mig við þetta til þess að halda mig við stafkrókinn. Því ég kann vel við stafkrókinn. Af því stafkrókurinn er orð Guðs. Og hjálpræðið er allt í Jesú nafni. Það er ekki rétt hjá mér. Jóhannesarguðspjall. Það er nýji sáttmálinn sem Jesú kom með og lærisveinar hans skrifuðu upp eftir honum þegar hann var farinn. Og ég er hér að lesa 2000 árum seinna og meira. Þessi orð sem þeir gáfu okkur á jörðinni eru frá Kristi komin og þeim sem voru samtíðar menn hans, lærisveinarnir, þeir skrifuðu Guðspjöllin og svo líka, bréfin og einkum og sérlega Pál. Þannig að þetta eru allt saman samtíma heimildir frá tíma Jesús sjálfs. Og það er alltaf öflugur vitnisburður að vera með það í höndunum sem að skrifa var af þeim sem að gengu þessi spor ásamt honum sem við erum að dá og dýrka í dag og heitir Jesús. Við erum þessir menn í dag sem að höldum við trúnni sem að þeir byggðu upp og Kristur kom með. Þetta hefur allt sinn feril. Þetta hefur allt sinn ferli. Og hér eru við að viðhalda þessu ferli vegna þess að við viljum það sjálfur, við erum eins og þeir, við sjáum að þetta verður að ganga áfram og ekkert minna en það, en verður.
Og þetta gerist allt fyrir hendur manna og kvenna sem Kristur tekur frá, gefur trú og þeir fara í sinni trú af stað með þetta orð. Við erum öll með þetta orð. Fyllt trú og heilugum anda sjálf sem elskar að vera í þessu orði og vita mikið þetta orð. Og það vinnan sem við erum í frá degi til dags og þurfum að vera í og viljum vera í vegna þess að trúin nauðsynleg. Þetta fæðan fyrir trúna. Og þetta verður áfram fæðan fyrir trúna sem ég þarf að standa skil á fyrir mína parta og mína trú því hún alveg sérstök. Hún gjöf Guðs prívat til mín og þú segir þetta sama fyrir þína parta. Hún prívat gjöf til mín og því alveg sérstök. Það að segja fyrir mig. Svona má líka hugsa þetta. Ef við látum ekki hjá líða að gera vilja Guðs, og hann alveg skýr hvað þetta varðar, lestu minn kæri. Já, við erum núna í Jóhannesar guðspjalli, við erum í 5. kafla. Svo lesa hérna, við lesum þetta bara, frá með 7. Hinn sjúki svaraði honum, Herra, ég hef enga til að láta mig í laugina þegar vatni hrærist og meðan ég á leiðinni fer annar ofan í og undan mér. Orðið segir það að þessi laug sem þeir voru við, þetta sjúka fólk, að þeir sáu þegar vatni hrærðist. Þá vissu þeir að aflfrúkuði hafði snert vatnið og svo fyrsti sem færi ofan í fengi lækningu, bara einn maður fengi lækningu. Og þetta urðu þeir vitni að hverjum degi, þetta sjúka fólk, því að þetta var nú öðruvísi þá en í dag. Og þessi lamaði maður, hann náttúrulega varð einhvern veginn að velta sér að gera eitthvað og hann hafði engan til þess að setja sig í laugina. Þess vegna mista hann alltaf af. Það fór alltaf einhver annar undan honum. Svo kemur Jesús. Jesús sagði við hann, stattu upp, takar ekki þín og gakk. Jafnskjótt varð maðurinn heill, tókur ekki sína og gekk. Veist? Hann þurfti ekki vatnið. Hann þurfti ekki að rúlla sér á líkamannum ofan í vatnið. Hann þurfti Jesús og þarna mætti hann honum. Hann sagði bara orð, takar ekki þín og gakk. Og hinn stóð upp og tókur ekki sína og gekk. En svo að sjá að þetta hafi nú ekki verið svona hans maður, þó hann hafi fengið þessa lækningu, því að þeir koma að honum farísearnir, einhverjir. Þeir spurðu hann, hver sá maður sem sagði þér taka hann á gakk? Nokkru síðar hitti Jesú hann í helgidómunum og sagði við hann, nú ert þú orðinn heill. Syndga ekki framar, svo eigi hendi þig annað verra. Og þessi maður fer með þessa vitneskju til þeirra sem spurði hann. Já, maðurinn fór og sagði ráðamanni gyðinga að Jesús væri sá sem læknaði hann. Þannig að hann má reikna með því að hann hafði ekki verið svona hliðhollur sem Jesú, en hann vissi ekki hver þessi Jesús var að sjálf teikta alveg 1.000.001 sögu á honum. Svo þetta var Jesú maður, ég voru að láta að vita að því, hann gerir það. Og við sjáum að í kjölfarið koma einhverju ofsóknir af þeirra völdum sem að þessi maður kveikti með því að segja, það var Jesú læknaði mig? Þannig að það má alveg leiða því líkum að hann hafi nú ekki verið neitt rosalega hændur að honum. Svona eru menn. Þeir þakka ekki alltaf vel fyrir sig. Og að þakka fyrir lækningu frá lömun og í fullan styrk og verðandi þessi sem að læknaði verði ofsóttur. Við sjáum að það ekki á góðum hug. Þannig það alveg hægt að draga þessa mynd líka þessu ritningaversi. Og ég vil nú
svona fara í þá sálma hvað þetta var það. Þannig að það er mjög hollt að skoða orð Guðs og leyfa því að tala til sín bara þess að það vill tala til manns. Þannig er lærdómurinn í orði Guðs að það tala sjálft til mann og útskýri það fyrir manni eins og það vill sjálf. En við þurfum að lesa orð Guðs og hvað afl er það sem útskýrir fyrir okkur orð Guðs betur en heilagur andi í okkur sjálfum og við erum með þennan heilaga anda. Þannig að við erum með kennarann og allan pakkan í okkur sjálfum og getum notað þetta þegar við viljum og eins oft og við viljum. Og við þurfum mikið að velta fyrir okkur orði Guðs því að það er lykillinn að svo mörgu öðru í þessu lífi sem móti góðs verða. Þannig að við höfum ekkert að vera neitt að láta hjá líða eignast þetta sem Drottinn er með. Og hann dregur upp mynd af lífinu eins og það er, eins og það var og hefur alltaf verið. Og við viljum fá lífið til okkar eins og það er og þá erum við í raunveruleikanum og þar er birtist það eins og það er og við sjáum allt og trúin okkar vegur og metur og við drögum upp alls konar og við reynum að draga það fallega og góða upp í umhverfinu vegna þess að við erum með skilyrðin til þess að gera það. En þetta líka fer eftir því bara ástandinu og mér sjálfum, hvernig þetta er. Þess vegna þurfum við að temjast við það að gefa Guði bara daginn. Gerum við það? Ég veit að við viljum gera það, já. En okkur tekst það misjafnlega vel upp vegna þess að það er svo mikið rót í okkur oft. Það er vandinn. En við elskum Jesú. Þráum að þjónunum og vita mikið hann og erum misstögluð við það að byggja okkur upp í honum og erum misstögluð við það að lesa orð Guðs sem er grunnurinn að allir uppbyggingu sem verða skal í okkur sem byggir upp hjartað, byggir upp hugan, byggir upp þetta allt sem við viljum að sé í góðu lagi og heitir trú. Hún er grunnurinn að þessu öllu og hver gefur trúna? Jesú, og hver fylgir trúni eftir? Það er Jesús sem gerir það. Að maður skuli gera þessi verk en þá er ekkert að neinu nema ýtingu trúarinnar í hjartunum. Og eins er það með þig sem ert búin að vera lengi við þetta og ert enn við þetta að það er ekkert annað ýting þinnar eigin trúar sem færir til þess að gera það sem þú átt að gera og þarft að gera og veist að það er nauðsynlegt að þú gerir. Já, þú gerir. Ert þú svona mikilvæg manneskja? Að þessu leyti, já, ert þú mjög mikilvæg manneskja. Eins ég og við. Í trúnni okkar erum við mikilvæga manneskjur og verklaus trú er, hvað? Er bara ekki neitt. Er það ekki þannig? En, ég sé að slökkna á klökkunni. Hún er orðið batteríslaus, en ég held að það sé komið tíma á þetta. Þannig að við stoppum bara núna. Konráð kveður. Takk fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram. Verið þið sæl.